hingað komin fréttaritur okkar í London, Guðmundur Auðunsson. Við ræðum nú oft saman á Zoom, en velkomin að Rauðaborðinu. Já, takk. Það alltaf þægilegt að vera hérna við Rauðaborðið og sérstaklega þurfum ekki að vera að stressa sig á Zoom-tækninni. Já. Herðu, það eru í Brexit-stjórnmál hverfast einhver leyti Íran, eins og víðar. Og það er svona, ég veit ekki, myndur þú segja að vera svona vandræðagangur á Keir Starmer, hvernig hann eigi að taka þessu. Það er náttúrulega, ég veit ekki hvort þú ætlar að útskýra fyrir okkur sögulegu tengsl Bretlands og Bandaríkjanna. Jú. Sem að stundum er ekki auðvelt að ráða í hvað merkir umverulega, en er svona einhver vilji á því að ganga í takt með Bandaríkjunum og menn hafa gert það svolítið mikið. En nú er líka krafa á Keir Starmer að sýna ákveðið sjálfstæði gagnvart Trump, og það sem er kannski augljóst að eru svona pólitísk mistök sem hann er að gera með þessu Írans árásum. Jú, ég held að það sé rosalega mikilvægt að það þarf eiginlega að skoða, fara tilbaka snemma á öldinni við aðdragandana Íraksstríðinu til þess að skilja þessa stöðu. Sko, þá veriðist vera sama sem gerist núna, nema það var auðvitað miklu stærra dæmi. Þeir voru allavega voru tilbúnir að það átti að senda inn landher inn til Írak. Bandaríkjamenn verðist ekki búin að ákveða sig. Þeir byrjuðu bara stríðið að þess að vita hvert þeir ætlaðu að fara þetta sinn. En ástæðan fyrir ég vildi nefna hennar aðdraganda að því að ólíkt því sem maður má segja sé núna, að þá voru menn að reyna að finna lagalega afsökun fyrir innrásinni inn í Írak, vegna þess að þetta var klárlega verið að brjóta gegn sjálfsákvörðunarrétti þjóða. Og sko hugmyndin er það að sko fyrra Íraksstríði sem er 91 eða 90, að þá var það Írak hafði ráðist inn í nágrannland sitt, þannig að það var miklu klárari afsökun fyrir þeirri stríði. En 2003 það þurfti að búa til ákveðna átillu. Þetta var sett í búningi með baráttu gegn hryðjuverkum, en það var alveg vita mála að hryðjuverkamennirnir sem að réðust á Tvíburaturnana 2001, að þeir höfðu engin tengsl við Írak. Helstu tengsl þeirra voru við Sádi-Arabíu, og þetta voru flest Sádi-Arabar og Afganistan, að hluta til það sem að þeir höfðu haldið til sumir. Þannig að það þurfti að reyna að búa til einhvers konar sett á svið leikrit, og þá er búið til þessi það að þeir séu rétt við það að koma á kjarnorkuvopnum. Og það kemur bara til í stuttu máli, til að gera langa sögu stuttu, að það er ráðist inn á þessum forsöndum. Það sett að sagði leikrit í Sameinuðu þjóðunum það að það þurfi að bregðast við því annars hætta á að Írak komist yfir kjarnorkuvopn sem muni setja allt í uppnám á svæðinu. Eða einhver sambærileg vopn, það var nú alls konar kenningar einhverja rísa fallbyssur og eiturefni og bíó, það er að segja bakteríuvopn eða veiruvopn. Þannig að það var allavega búið til rosalegt leikrið. Það skamst frá því að segja að þetta reyndist allt vera búið til. Í raun og veru kom í ljós að heimildirna fyrir þessu var einhver einn íraskur stjórnaranstæðingur sem bara bjó þetta í raun og veru til, og að því að þetta fjall inn í leikritið sem var sett í gang, að þá var þetta notað. Tony Blair, sem var þá forsætisráðherra Bretlands, elti George Bush, þá var hann forseta Bandaríkjanna, í þetta ævintýri, og það má segja það pólitískt hafi hann aldrei borið barsitt, og í raun og veru varla verkamannaflokkurinn heldur, vegna þess að hann hafi farið út í þetta ævintýri. Og ástæðan fyrir því ég er að nefna þetta núna er það að því að svipað leikrit verið að koma í gang núna, að þá er Starmer í þeirri stöð að hann getur ekki sagt eða getur ekki sem sé að láti fíblast að það sé verið að draga hann út í eitthvað vegna þess sem að Tony Blair lendi, og hann veit að vinsældastaða sín er ekki það mikil í Bretlandi að hann hafi efna á því að fara í eitthvað svona óðaflan með Bandaríkjamönnum. En á hverju ætlar hann að vilja það? Hann er með þá, sko,
hann sér fyrir sér að eftir Brexit að það sé eiginlega eina sem að Bretland hafi sem hérna svona slagkraft, það þetta sérstaka persónulega samband milli Bandaríkjanna og Bretlands. Þannig hann geti verið leið Bandaríkjanna inn í Evrópu. Nákvæmlega. Vandamálið það sko, eins og við öll vitum að Trump hegða sér sko bara eins og hérna fíll í postulinsbúð, brýtur allt og bramlar í kringum sig. En þannig að og hann tekur því ekkit vel ef að menn elta hann ekki sko. Það hann veriðist að Starmer veriðist að hafa ætlað hérna að ákveða að gera einhvers konar línudans. Hann vissi það að hann kæmist ekki upp með það og það voru lögfræðingar vegna þess að þeir taka stöðu sína alþjóðlega lög nokkuð alvarlega og hann sem lögfræðingur sem hafði unni með alþjóðalög áður, hann tekur þau svolítið alvarlega, ólíkt Bandaríkjunum sem er búin að gefa fratíð öll alþjóðlega lög og nefnt ekki eins og að setja nefndu valla að setja neitt leikrit af stað fyrir Írans árásina nema það bara við viljum og við getum og báttur hinn sterka meðan að Bretland tekur þetta alvarlega og það meira að segja sko vinnureglur innan breska kerfisins að það verður að fá lagalegt álit áður en farið út í stríðsrekstur og þetta var gert við Íraksstríðið en Tony Blair hundsaði það í raun og veru og ýtti því til hliðar vegna þess að þar var vara sérstaklega við því að þetta væri hugsan brot á alþjóðalögum en Starmer gat ekki komist upp með að hunsa þetta. Þess vegna var svo staða að hann reynir að búa til einhvern línudans, að halda kanálunum opnum, hann var búin að leggja mikla rækt við það að gera svona persónulegt samstarf við Trump, en það vita það allir sem að skoða fyrir hans að persónulegt samband kom og fara og helst oft eru þeir sem að Trump vest illa við eru þeir sem að hafa náinn áður og hann sá sem sveik heitmeið sína og hann reyndi að spila einhvern línudans lýsi yfir áhyggjum af því af Íran og að hversu mikil hætta þau væru en samt segja það að Bretland tæki ekki þátt í stríðsrekstrinum og síðan var þannig að og Trump var ekki mjög ánægður með þetta og sagði það og sagði bara í raun og veru sagði halvpartinn að hann hefur verið svikinn þannig að Starmer reynir að halda áfram línudansinum og það var gerð einhver drónaárás á breska herstöð á Kýpur sem að líklega án þess að ég geti fullyrt það en það er margt sem bendir til þess að þetta hafi verið false flag árás frá Ísraelum. Árásin kom ekki frá Íran. Það er búið að sanna það. En þetta voru íraski drónar, en þeir eru út allt. Það er auðvelt að komast yfir íraska dróna, þeir eru allstaðar, öllum átakasvæðum í heiminum. Þannig að, og þetta notaði Starmer sem svona átelli fyrir því að nú væri búið að involvera Bretland í þessa baráttu og það voru sendar herþotur á svæðið og það án þess að það tæki beinan þátt í árásum vegna þess að hann ennþá reyna að dansa línudans en segja það að við erum hérna og við erum að höfum áhyggjur af Íran og svona reyna hálfpartinn bakka Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn upp í þessum árásum. Þó ekki þannig eins og Trump vill að Bretar og reyndar fleiri NATO-ríki komi og aðstóð sig við að halda siglingalegum opnum. Nákvæmlega. Sko, síðan það næsta skref. Sko, Trump eiginlega farin að krefjast þess að segja að ef er einhver not fyrir NATO, að þá þurfum við að nota NATO í það að opna siglingaleiðina í Hormuzsund og þeir sem hafa fylgst með það að þetta er svona eitt að helstu vopnum Írana það þeir geta lokað þessu með tiltölulega litlum tilkostnaði og raun og veru bara að háta því og þeir hafa gert árás á skip, segjast við bara að gera árás á skip sem tekjast Bandaríkjamönnum og Ísraelsmönnum en þeir bara því að hóta því að gera árás á skip að þá engin tryggingafélög sem að tryggja skip til að fara með olíu þaðan. Og Trump hefur viljað
fá innveiklegra NATO neitar að það vil ég ekki taka þátt í þessu. Bretar hafa sagt að við erum svona, við höfum áhyggjur á Hormuzsund leiðinni og þeir eru að hugsa að setja skip en síðan ekki, sko, þannig að þetta er alveg, og staðan er það... Það er líka ekki einfalt að halda siglingaleiðum opnum. Nei. Það er tiltölulega einfalt að vera með ógnina. Nákvæmlega. Af því að þú þarft ekki að nefna einhverja svona dróna og þú veist að benda á að þeir eru til alls þar. Já, þú þarft ekki með 1-2 dróna til að taka niður olíuskip. Vegna þess að olíuskip eru bara siglandi púðutunna. Þannig að það er meðan að það sem að frá Bretonum eru það sem að þeir hafa ágjör og NATO hefur ágjör líka vegna þess að þeir vilja ekki dragast inn í stríðum beinum hætti vegna þess að þeir líta á þetta sem lagalega sétt ólöglegt stríð þó þeir séu með svona alltaf að byrja allar ræður á því að segja að þeir hafa ágjör Íran og stöðu Íran og það þurfi að slá á puttan á þeim til þess að þeir séu ekki að setja allt svæðið á Miðausturlöndum í upphaf. Það er allar ræður svona hjá nema Spánverjar sem að veru þeir einu sem að verast hafa staðið í lappirnar af þessum stóru Evrópuþjóðum og sagt bara klárlega þetta er ólöglegt stríð og við komum ekki nálægt þessu. En hvað með almenningi í Bretlandi? Hvernig lítur hann á þetta? Almenningur í Bretlandi, það má segja það að ég myndi segja að það var kannski svona 3 hópar. Þú ert með allavega 50% af almenningi sem vil ekki koma nálægt þessu og segja það að við vorum blekkt og við höfum verið blekkt inn í stríð í Írak. Við vorum blekkt í stríðinu sem var bara lofthernaður í Líbíu vegna þess að þeir eru búin að horfa á það að Líbíu er basket case, þetta var ríkasta land Evrópu og Afríku segi og var þrátt fyrir svona svolítið vafasaman karakter sem að var einræðisherra þarna, þá var þetta sæmilega vel rekið land sem að það er ekki núna. Núna eru þetta púðurtunna þar sem vopn eru flutt stórum stíl til íslamskra öfgarhreyfinga í Afríku. Þannig að þetta er árásin á Líbíu er farin að brenna út frá sér alla heimsálfuna þarna. Og þetta veit fólk. Og Bretar ólíkt Bandaríkjamönnum þá fylgjast þeir sæmilega vel með að þeir líta alltaf á sig þeir eru með samveldi, þeir eru með gamlu nýlenduveldin, þannig að þeir hafa svona ákveðin tengsl við heiminn og líta á sig og fylgjast því sæmilega vel og breska ríkisútvarpið bá eiga það að þeir eru allavega með fréttir allan heim mun meira heldur en til þess bandarskar fréttastöðar þó að maður margt gagnrýna sérstaklega þegar kemur að umfjöllum þjóðamorðið í Palestínu. Og þessi stað að gera það verkum það er vel stór meirihluti sem að vil ekki koma nálægt þessu. Síðan ertu kannski með svona sæmilegan minnihluta 30% kannski, sem að vill ekki að Bretland komi og vill ekki að Bretland taki þátt í þessu en svona ef að Bandaríkjamenn er að láta taka þessa áhættu þá er svona, það er kannski betra að þeir gera þetta og þeir Ísraelsmenn frekar en engin vegna þess að við höfum áhyggjur á Íran. Þetta er kannski svona 30%, svona, nú er ég bara að slá svona tölur. Já, og svo er kannski með 60% sem vil ekki koma nálægt þessu, þetta er ólöglegt stríð, Bandaríkjamenn óalandi ófærandi, 30% sem eru svona lúmst hrifnir af því að Bandaríkjamenn sé að gera þetta, síðan auðvitað með 10% sem fylgja Bandaríkjamennum, en þú ert ekki með meir en þessi 10% og þetta eru svona helstu afstækis hægri mennir. Hvers vegna ætti formaður verkamannaflokksins að vilja þjóna þeim helst, þessum 10%? Það er nefnilega það að ég held að þetta sé þessi blekking er það og hræðsla við það að missa þessi tengsl við Bandaríkin og einhvern veginn grunar mig að þeir vilja ekki að fíllinn fara að slá í kringum sig í postulísbúðinu og eru hræddir við það að ef það er labbekennan línudans að því að þeir eru ekki tilbúnir að elta Bandaríkjamenn algjörlega en það vita er að það er pólitískt sjálfsmorð
og að þeir séu að reyna að halda þessum tengslum opnum en fatta það ekki, reyndar eru þeir verri stöðu heldur en til það Spánverjar sem vegna þess að Evrópusambandsins að sko Bandaríkin hótuðu Spánverjum að þeir ætla bara að loka á öll viðskipti, þeir geta það ekki vegna þess að þá þurfa að loka á öll viðskipti við Evrópusambandi en Bretland gætuður hugsanlega að loka en Trump hefur hótað svona áður og En var ekki lærdómurinn að því að þó svo að fólki finnist hótanir hans ótrúlegar, þá ættur að taka mark á þeim. Já. Það er eiginlega búið að vera lærdómurinn undanfarna mánuði. Já. Og það er, sko, það er alveg klárlega séð, taka sér dæmi að fyrir ári síðan ef þú hefur spurt mig, myndu Bandaríkin nokkuð tíma ráðast inn í Ísland? Ég sagði það eru 0% líkur á því. Ef þú spyrir mig í dag, sem betur fyrir ekki miklar, en það getur verið 10%. Þannig að svona mikið hefur heimurinn breyst. Og þá erum við að tala ráðast á Ísland, ekki eins og Grænland. Og þannig að við erum með, og það, ég held að Starmer sé að reyna að, kannski má skýra þetta betur það að líka hann vil ekki stöða Ísraelsmenn. Hann sé með einhverja, sko, Bretar hafa eiginlega verið mjög slæm, breska ríkisstjórnin hefur verið mjög slæm þegar kemur að kóa með Ísraelsmönnum í þjóðamorðinu. Ég held að það sé líka hluta af dæminu, meðan Spánverjar hafa allavega þeir búin að ákveða það að það er þjóðamorði í Palestínu. Það er ólögleg snarbrjáluð og stórhættuleg árás á Íran og þeir eru ekkert að hika við að segja þetta. Og svona merki held ég hvernig pólitíska andrúmslofti ekki bara í Bretlandi heldur allir í Evrópu það að Sanchez var í svona pólitískt orðin svolítið meðlega óvinsælt. Hann hefur vinsældir hans hafa aukist töluvert eftir að hann fór að standa upp í hárinu á Bandaríkjamönnum og Ísraelum. Það er vinsælt á Spáni og kannski líka í Bretlandi. Hver er afstaða flokkana? Hver er afstaða íhaldsflokksins eða umbótaflokks? Umbótaflokkurinn er líklega stiður bak við Bandaríkin vegna þess að þeir eru líta á sig svona hugmyndafræðilega skilt. Og Farage lítur á sig sem vin Trump? Já. En vandamáli það að eins og ég sagði, það kannski 10% af Bretum sem að styðja þetta dæmi, en þeir eru mun meira fylgi, þannig að þeir segja ekki mikið. Já, þannig að þeir þegja, það verðist vera pólitíska stefna hjá þeim, er að þegja. Íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn eru líklega á svipuðum slóðum, nema íhaldsflokkurinn hefur sagt, já, við erum að styðja Bandaríkjamenn meira. Þeir eru að elta bæði má segja þessi 30% tölu sem ég var að segja, fólk sem vill ekki taka þátt í stríðun en er svona lúmst hrifið að þessu. Meðan að græningjar og frjálslyndi demokratar sem eru svona viðreist breska, kerfið sem hafa komið algjörlega gegn þessu stríði og menn verða að athuga það að græningjar er núna komin í skoðanakonum með meira en verkamannaflokkurinn. Þannig að þau eru klárlega, það eru innanlands pólitísk málefni sem skipta máli, en utanríkspólitísk málefni eins og stuðningurinn við og baráttan gegn þjóðarmorðin í Palestínu og núna baráttan gegn Íraksstríðinu, hún er að skila þeim. Og vinsældir eru aukast og líka vinsældir sko miðja svona miðjufólks, svona frjálslynd miðjufólk sem hefur flakkað svolítið á milli frjálslyndaflokksins og verkamannaflokksins, að vinsældi frjálslyndar þar vegna afstöðuna til Miðausturlanda er að aukast líka, þannig að verkamannaflokkurinn mjög slæmum málum. Raun og veru með afstöðu sinn og þessum línudansi er að raun og veru að gera engum til geðs og endar með því að flæma eiginlega alla frá sér. En hér Starmer var í svona miklum vanda hérna fyrir örfáum vikum út af fyrirverandi sendiherra í Bandaríkjunum, Mendelsohn, tengslans við Epstein-skjölin. Einmitt. En hann kom svona einhver leiti niður á fætunar út af því og öfugt við það sem að leit út á tímabili, að leit út fyrir að vera bara alveg að fjara undan honum. En er hann aftur komin í
svona úlfakreppu með að hvort honum takist að halda fórustan og skítapaði aukakostningum. Já. Í tryggu kjördæmi sem er búin að kjósa verkamannaflokkinu vel yfir 100 ár. Það er mjög niðurlægjandi staða. Einmitt. Hvað er að fjara undan honum aftur? Ég er komin á þá skoðun að hann lifir allavega fram í sveitarstjórnarkostingan sem er í maí. Og ég held að viku ef ég mann rétt, rúmri viku á undan kostingunum hér. En af hverju ætti hann að gera það? Ég menn er ekki fyrir séð að flokkurinn mun gjalda afhrófð? Ég held að þetta sé ákveðnuleiti líka praktísk ástæða. Ástæðan er svo að þeir sem vilja losna við hann, þeir vilja hann taki skellin. Já, vegna þess að nýr foringi myndi taka skell líka. Fengi bara eggið beint í andlitið. Já, og þá séu bæði, þá geta sagt, já við fengum skilabóðin og við verðum að skipta forystu. Og það sem að allt þetta sameinlega held ég, ég held að það sem að bjargaði verkamannaflokkum aðeins frá Mandelson er það að þegar hann og Andrew, fyrirverandi prins, voru handteknir, reyndar ekki fyrir tengsla að barnanísmálum, heldur vegna að leka trúnaðarupplýsingur og ríkisleyndamálum í raun og veru, sem hefði verið notað hugsanlega og voru örugglega notuð í spillingamálum. Það er þess vegna sem voru handteknir. Að þá var þetta komið í ákveði ferli og þá minnkaði pressan á Starmer við þessa gölnu ákvörðun hans að gera Mandelson að sendiherra í Bretlandi. En allt þetta safnast upp. Í raun og veru þegar verkamannaflokkurinn vann svona default sigur í seinustu þingkostingum með stóra meirihluta á þinginu en bara á 35% fylgi þá var helsta sölu trikki þeirra var það við erum treystar hendur. Já. Við erum með alvöru fólk. Íhaldsflokkur er búin að sýna það að sanna að hann er ekki stjórntækur, hann getur ekki, hann er bara hvert spillingin og vittleysan og fætur öðru. Og við erum aftur mátti fólki sem getur bara að þess að rugga bátnum, þá tökum við og sýnum bara svona competence. Það er að segja, við séum nógu klárið til að reka þetta. Epstein-máli hefur og þessi afstaðan gagnvart Ísrael og þjóðarmorðinu og líka þessi svona leynudans í Íran-stríðinu í raun og veru að það er búið að fjara undan allt traust á að þetta sé kompetent lið sem að sé að stjórna og þegar það er farið þá er ekkert eftir. Vegna þess að það er engin hugmyndafræða bak við þennan starmerisma. Ég verða leiðrétta eins að ég kallaði Mendelssohn eins og það er tónskáldið, það er Felix Mendelssohn sem er tónskáldið. Það er annar. Ég held að ég hefði sagt þetta fyrir fræti hans leik eftir. Já, það er svona smitast það ef maður missir þetta út úr sér. Nákvæmlega. Þá getur það smitast. En staða græningjarnir þannig að þeir mælast stærri heldur en verkamannaflokkurinn. Og umbótaflokkurinn er mun stærri heldur en íhaldsflokkurinn. Ég veit ekki hvort að þú hefði spáði kannski fyrir 5 árum eða 6 árum að þetta geti gerst, að það er umpólun í flokkakerfinu í Bretlandi og sumir þetta á það eftir að koma í ljós, hvort að það haldi að þeirra fyrir að líða kosningum og þá er náttúrulega, það er svona meiri tregða til breytinga inn í einmenningskjördæmunum. Það er ég myndi þessi Bandaríkjunum til að menna það sé bara ómögulegt að koma þriðja flokknum. Það er í raun og má segja að það sé gert af viljandi. Þetta er viljandi hönnun á kerfinu. Já, og núna setur til dæmis verkamannaflokkurinn með 60% þingmanna held ég, eða rúmlega það. Rúmlega það. Já, fyrir bara 33% fylgi. Þetta er náttúrulega stór undarlegt kerfi með okkur sem að búum við hlutfallskosningar. En þegar þetta heldur lengur þarf ekki endilega að vera þannig. Við þekkjum það til dæmis að Píratar mældu þérna í rúmlega 1,5 ár með 36% fylgi og það var það ekkert úr því síðan. Trúa menn því að þegar þetta er endur, þegar þetta er staðfest eiginlega í hverri skoðanakanninu fættur öðru, að við séum kannski að fara að horfa á það að verði umpólun í flokkakerfinu og að gömlu flokkarnir sem hafa raunverulega stýrt Bretlandi í alla síðustu öld,
að þeir munu eiginlega bara detta í aftursetið, trúa með því að það muni gerast, eða er ennþá svona hugmyndur að fyrir einhverja svona tregðu í kerfinu þá rökkvit einhvern veginn tilbaka með einhverjum hætti. Hvernig horfa menn á þessa umbreytingu í flokkakerfinu? Sko bæði verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn þjást núna, sko menn er ekki búin að gleyma, það er ekki nema rúmt ár síðan að íhaldsflokkurinn hrökklaðist frá völdum, að sko það var þessi svona incompetence, það var þessi sko bara fíbl, fólk var bara að hrista hausinn yfir þetta ráðherrarnir sem að reka okkur, eða stjórna okkur. En ég hef séð svolítið hverjir verða hugsanlega í frambóði fyrir umbótaflokkin. Já, ég get alveg sagt að það er ekki skáran lið. Nei, og það er alveg snabbt brjála lið. Allt Boris liðið úr íhaldsflokknum með meira minna gengið yfir hana, þannig hún verða alveg bara sama liðið, þannig það er ekki málið. En þetta er spurning brand. Ég held að sko á hægri vængnum held ég að geti breyst. Við höfum dæmum kostningar, til dæmis allar Evrópuþingskostningarnar sko það hrundu íhaldsflokkurinn og það voru UKIP og Reform og þeir sem voru undan því voru unnus alltaf hægra fylgi. En það er svolítið sérstakt, þess að kannski Evrópukostningarnar er ekki svo nærri kjósutum. Þannig að þeir sem að mæta þeir sem að var sérstakan á Evrópukostningunum, sem eru náttúrulega þeir sem eru svona Evrópuskeptískir, og það er víðar heldur en í Bretlandi sem að þeir ná eiginlega betri árangri í Evrópukostningunum heldur en í almennum kostningum, þar sem að við erum kannski að fara að kjósa bara lífsskilyrði og kaupmátt og Ég held að það sé skipti í svolítið máli, en það eru vandamálið fyrir bæði íhaldsflokkin og verkamannaflokkin það að þeir eru að byrja að tapa sko kjarnastöðu. Það sem hefur verið verst fyrir verkamannaflokkin það að græningja verið að brjótast í gegn í stórborgunum sem að verkamannaflokkurinn átti. Það voru til dæmis af þingmönnum Liverpool að það voru þeir og Manchester hvort það var einn sem var ekki í verkamannaflokknum. Bara að taka sem dæmi London, meira að segja sko í kostningunum sem að Corbyn tapaði 2019, það voru 3/4 þingmanna í London voru verkamannaflokkurinn. Og græningjar voru ekkert að ná í gegn þarna. Græningjar náðu í gegn í svona millistórum borgum, oft háskólabæjum og svona jafnvel ríkari bæjum eins og Bristol og Brighton, taka sem dæmi, og á svona rúralsvæðum, og það er alveg út af svona aðalega vegna þess að þeir væru með sko grænustefnuna sína, en þeir voru eitthvað á bilinu 5-8% fylgi í borgunum, en þetta eru þeir að brjótast í gegn, og ef að þeim tekst það í kosningum eins og þau virðist benda til margt núna, þá getur svo umpólun algjörlega átt sér eftir stað á vinstri vægnum. Og sko þeir hafa það framið, sérstaklega þeir fara í bandalag með Your Party, vegna þess að Your Party, þó þeim hafi gengið illa að brjótast í gegna, þá eru þau með helling og góðu, sem sé svona kompetent fólki, sem gæti sko komið í gegn sem sterkir frambjóðendur, ólíkt því sem að gerast til dæmis hjá Reform það að sko það þeir reyna nú alltaf að bjarga sko, en það eru sko menn hafa verið sko menn eru konir í frambóðstundu fyrir Reform og þá kemur í ljós að þeir eru með sko nasista altari niður í kjallaran hjá sér sko, það eru svona fólk kemst í gegn og fara alls bara hristir hausinn og segist ekkit komast yfir það að meta hverjir í frambóði og voru mjög skrítin svörin hjá honum í síðustu kosningum. Það sem að hann lét eins og það væri eiginlega ómúlegt fyrir flokk að hafa einhvern kontról á því hverju að bjóða sér fram, svo var það svolítið skrítið. En ég held að það var ef þú ræður ekki við það, þá kannski ræður ekki við að stýra ríkinu. Nei. En það er það sem gæti hugsanlega bjargað íhaldsflokknum að hægra megin, það að sko það er komin ákveðin reynsla og gæti aukist það að þeir náðu yfir í sveitarstjórnarkosningu fyrir ári síðan. Það er kosið á hverju ári í Bretlandi, bara hluti af sveitarstjórnum, og þeir náðu meiri hluta í nokkrum svona fylkis eða sýslukosningum.
og það er verilega komið í ljós að þetta er algjörlega sko, fólk sem hefur ekkert vit á stjórnsýslu. Svo það er að tala umbótaflokkin. Þá er að tala umbótaflokkin, Reform. Þannig að, og meira sé að það eru sko klopningar, það er sko, þú ert bara komið með klopningana svona eins og var hérna stundum talað hérna í græningum í Þýskalandi, þú ert með funkis og realistana, sko. Það realistarnir eru bara allt í uppgöt að það er ekki þetta stjórna sýslunum og þessum sveitafélögum sem þeir komast yfir með því bara að veifa einhverju fánum eða hengja þá á ljósastaura og segja við ætlum að berjast gegn útlendingum. En sko síðan ertu með funki sem að vilja ekkert, til dæmis má ekki hækka skatta en þeir eru í meirihluta og ef þeir ætla að halda upp í þjónustu þá verða þeir annarkvæmt að hækka skatta eða skera niður þjónustu. Þannig að hellingur af þeirri sveitastjórnarmönnum sem við getum kallað svona reis, þeir uppgötuðu það að ef þeir ætla að reyna, þeir gátu ekki verið inn í flokknum og reynda að reka sveitafélag. Þannig að þú ert komið með nýja flokksmynd sem eru eiginlega klopningur út í, það er fólk sem að reyna að reka þessi sveitafélög og ég held að þetta gæti komið til lengda, sérstaklega ef það fjölgar núna í vor sem er ekki ólíklegt, þeim sveitafélögum sem eru undir stjórn Reform, að þá svona flettist og meira ofan af þeim að þetta er ekki, þú rekur ekki sveitafélag á slagurum. En er þetta raunverulegt eða er þetta umræðan? Við þekkjum það svolítið á Íslandi að svona er svolítið talað flokk fólksins, að þar sé bara fólk inni sem að á bara ekkert erindi upp á dekk eins og hrókakíkirnir í Valhöll myndu orða það. Og við heyrum þetta svolítið svona í umfjöllum fjölmiðla. En er þetta þessum út að lýsa, er þetta raunverulegt eða er þetta svona svo meðferð sem að kjörnir fulltrúar umbótaflokksins fá svolítið svona sjálfkrafa því að þetta er veikleiki flokksins, hann er nýr og hann er þanist út og þannig er fólk af ýmsum ástæðum hann inni og kannski, þú veist, ef þú ert kosin þá er ekki alveg svona leiðsögn, þú tekið eins og hér bara, ef þú ert kosin sko fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Garðabæ þá veist alveg hvað það var að gera. Já, þeir eru ekki hent út í djúpulaugina. Nei, en ef þú ert kosin fyrir flokk fólksins þá þarf það eiginlega að semja þetta svona jafn óðum. Það er svolítið til í því að það er svona það eru Reform er svona förðuleg blanda af þetta er svona eins og makarhreyfingin í raun og veru, þetta er anti-elitismi elitunar. Upp til hópa. Þannig að þetta eru alls konar furðufuglar sem að draga staðis, sérstaklega vegna útþenslunar. Það líka innan úr íhaldsflokknum sem er bara elituflokkur. Já, og vestu furðufuglar. Það er saman með miðflokkin hérna, en að ganga menn bara úr Sjálfstæðisflokknum vilja vekk yfir í miðflokkin. Já. Og þannig að þá er erfitt að sjá fyrir sér, er þetta anti-elituflokkur eða? Já, nei, en það er það ekki, vegna þess að það er klárlega að bæðir í form makarhreyfingin er það að þetta eru elitur sem að halda utanum þetta, en kannski ekki sömu eliturnar og til dæmis íhaldsflokknum eða Sjálfstæðisflokknum sem maður sé að bera þá saman sem er mjög eðlilegt og hins vegar miðflokkin og Reform og Sjálfstæðisflokkin og íhaldsflokkin það er hluti til getur verið er ákveðni fordómar það að þetta fólk eigi ekkert heim upp á dekki, það er þetta er svona elítu fyrirlitning á fólki sem að þeir eru bara skilgreina eigi ekki upp á dekk og þess vegna þeir tóku af okkur þetta sveitafélag oftast en ekki var þetta kom fyrir þeir tóku af verkamannaflokkunum en oft tóku þeir yfir á íhaldsflokknum eins og Kent til dæmis sýsluna og það var bara hent út í djúpulaugina og látum það sanna hversu mikið fífl þeir eru. Þannig að það er hluta af vandamálinu sem þeir eru að reka sig á held ég hjá Reform, en það breytir því ekki að við erum með þó að við séum með að við erum ennþá með að þessi flokkur Reform, hann laðar að sér miklu hærra hlutfall af ef maður orðaða pent, furðufuglum heldur en kannski margir aðri flokkar. Það eru svona breiðari víðari dyrnar sem í flokkinu. Það er ekki hort mikið í það hvað það kemur. Og svo náttúrulega laðar þetta að sér bara
rasista og fleiri. Nákvæmlega. Þetta náttúrulega að sömuleyti þetta flokkur sem að byggir á einhverju þeirri arfleið sem Já, já. er svolítið sterk í Bretlandi og nær marga árátu í aftur í tíman. Og þessi arfleið mjög mikilvæg. Hún var alltaf hún var mjög sterk sögulega í íhaldsflokknum, en svona íhaldsflokkurinn var svona þróaðist og fór að verða til dæmis rasismi og homofóbía og svoleiðis, og þetta var svona ítt frá og kynslóðin sem kom inn með honum David Cameron, hún breytti íhaldsflokknum yfir í svona frekar frjálslita flokk félagslega. Og frambjóðendur voru frekar konur og Já, fólk sem er ætta frá Indlandi eða Afríku. enda sjáum við það að formaður flokksins núna í dag er svört og seinast í forsætisráð þeirra var af indversku bergi brotin. Sem er eiginlega óhugsandi að gerist í verkamannaflokknum. Þetta er náttúrulega svolítið merkild, en það er alltaf svona little Englandismi innan íhaldsflokksins, það er að segja að það er þessi hræðsla við að það sé verið að skemma menningun okkar og þetta getur fundið mjög sterkt hjá fólki íhaldsflokki sem er kannski af öðrum minnihlutahópum, svart eða indversku, sérstaklega fólk af indversku bergi brotin af hindúsku bakgrunn er mjög... Það fólk getur verið mjög ansnúið innflytjendum og hælisleitendum og eins og sagt er út allan heim. Og þetta er meðan að rasismin hjá Reform er miklu meira svona in your face, nema þeir eru reyndar með, passa sig alltaf að vera þeir eru með einn mjög áberandi talsmann sem er af indversku bergi brotin, sem ég man ekki eins og hvað hann heitir núna, en þannig þeir eru með einhver svona tákranamenn alltaf í kringum sig, en til að sína að þeir séu ekki rasista. En svo má sjá oft hjá Donald Trump að það er eitt svartur maður hann í hópnum sem er á bakviðan þegar hann aldrei rauður. Nákvæmlega. En yfirleitt aldrei nema einn. Þannig að það verða átök í sveitarstjórnarkosningunum, en við stöðuna þá nú ólíklegt að verði kosið í Bretlandi til þings. Verkamannaflokkurinn hefur það í hendi sér, hvernig það verður gert. Já. Og hans staða er svo slæm að það væri eiginlega ómögulegt og það er ekkert í pólitíkinni sem bendi til þess að verkamannaflokkur sé þeirri stöð og hann getur aukið fylgi sitt í kosningabaráttunni, svipa á til dæmis Mette Frederiksen metur að hún geti út af Grænlandsmálinu og andstöðunni við Trump. Það er ekkert slíkt í gangi raunverulega í breskri pólitík sem að... Það er mjög ólíklegt. Það er eina sem ég gæti hugsanlega séð. Það virðist verið að samt komið ákveðnum þannmörkum hjá Reform. En ef að Reform verður sterkari og sterkari, sérstaklega, og eru komnir í þá stöðu allt bendi til þess að þeir vinna næstu þingkosningar, að ef eitthvað svona vinstra megin við miðju fólk kemst til valda í verkamannaflokknum eftir að Starmer hrökklast frá, þeir myndu síðan taka þá ákvörðun að fara í því anti-Reform bandalag með græningjum og hugsanlega Your Party, það sem hann kallar hræðslubandalag og stofna kosningar í kvelli og segja við þurfum nýtt umboð. Það er eina leikriti sem ég það er enga líkur á því að umbótaflokkurinn fái meira heldur kannski bara 28% segja það. Einmitt. En ef að allir hinir eru tvístraðir þá geti það leitt til þess að þeir fái meiri hlut á þingi og Nigel Farage verði forsætisráðherra þótt að sé með minna en 1/3 fylgis á baku sig. Þannig að svona hræðslubandalag væri raunverulega það að koma í veg fyrir það að nákvæmlega. Stundum hefur þetta virkað í sögunni, þetta hefur virkað gagnvart þjóðfylkingunni í Frakklandi, kannski gagnvart valkosti fyrir Þýskaland. En það er svona dæmi þetta, tímabili virkaði þetta í Hollandi og kannski er þetta að byrja að virka aftur þar eftir að brast raunverulega. Einhver leiti virkaði þetta í Austurríki á tímabili. En það er spurning hvar í þessum þroska eða þróun Bretland er statt. Ég held að þetta sé í ákveðnuleiti í limbo, þess vegna held ég að það sé líklega rétt hjá þér. Hægri klíkan sem í kringum Starmer í verkamannaflokknum, hún er búin að hreinsa svo mikið út að það er að
það líklegra að það gæti verið kosin einhver svona eins og Andy Burnham sem vinstramein í flokknum en það ákveðin hætta það að hann verði kosin og síðan verði allt liði í kringum hann sko, svona Mandelson-týpur sko. Svona, allir að passa. Já, það er mun líklegra. Þess vegna kæmi mér ekki óvart að stjórnin myndi eftir að, ég held að sko Starmer lifir ekki af kjörtímabili en það geti vel verið að verkamannaflokkurinn myndi hakta fram til 2029 sem að þau þurfu ekki að búa kosningar fyrir ná 5 ára fresti sko. Þó þeir oft geri það á 4 ára fresti. Þannig að þá verður að líklegt að þeir senki ákvörðunni þangað til að þeir sjá eitthvað ljós við enda gangana og það ekki að sjá það núna. Nei. Og þetta að búa til svona kosningabandalag, svona hræðslubandalag til þess að koma í veg fyrir valdatöku umbótaflokksins enn sem komið ólíklegt. Enn sem komið ólíklegt. Sérstaklega sko, það alveg gífulegt hatur á milli það sem maður myndi kalla vinstrimenn með stóru vaffi og svona þessa Starmer, klíkunir kringum Starmer. Ástæðin einfaldlega svo að ofsóknir sko þessara Starmer klíku, eða þeirra sem eru í kringum hann. Starmer var línudansari þegar Corbyn var formaður. Hann var eiginlega báðum megin. Það voru svo mikla hreinsanir í verkamannaflokknum og framkoman gagnvart sko fólki sem hafði verið eins og það að fyrrverandi formaður flokksins rekin úr honum. Fyrsti svarta konan sem var kosin á þing í Bretlandi rekin úr flokknum ekki sko bara á tilbúnum sökum að það var bara að vita vegna sem þau voru til vinstri í flokknum. Þess vegna skapar þetta samikla úlfúð á milli þessara vinstrimanna með stóru vaffi og þessara klíku og það er volið erfitt að sjá að það grófum heilt. Eitt sem hefur verið sagt sem vegna þess að við vorum aðeins að tala hvort að umbótaflokkurinn geti skilað kosningasigri þegar þeir þurfa að stilla upp. Einhverju sinni las ég einhvers staðar eða heyrði að hugmynd Farage væri raunverulega að sameina umbótaflokkinn inni í íhaldsflokkinn. Að staða við íhaldsflokksins væri svo slæm að þeir sæju raunverulega þannig eina kost að sameinast umbótaflokknum og hann myndi ganga þar inn sem formaður og það veri eina leiðin til þess að hann gæti orðið forsætisráðherra af því að leiðin að umbótaflokkurinn myndi bæði landa sko kosningasigrinum einn og óstuddur eru bara ekki nógu góður og þar fyrir utan að þá kæmur ekki inn með meirihluta og það myndi enginn geta búið til einhverja samsteypustjórn með honum miklu líklega að hún verið búin til annars þar. Og það vísa til þess að þetta söguþráður sem þekktur frá Kanada þar sem þetta var gert, þar sem svona var búin til svona róttakari flokkur sem var síðan saminast aftur inn í, þetta hann ekki frjálslyndirflokkurinn þar. Þessi saga sem ég að rifja upp núna með meikumætti, hún enn á lífi að þetta geti gerst? Ég held sko Farage mjög klár pólitíkus hann hefur búin að sko að því að menn gleyma því ofta að Farage búin að vera í pólitík síðan í 30 ár en að því að hann var alltaf á jaðrinum og þetta var og einbeitti sér einbeitti sér í upphafi að því að koma Bretlandi úr Evrópusambandinu að þá hann búin að læra sko marga pólitíska klæki og þess vegna held ég sko hans hugmynd sé nákvæmlega eins og varst að segja, það að segja að hann verði náðið það sterkur að hann geti tekið ákveðið kompetens og peninga og infrastruktúr út úr íhaldsflokknum en hann og hans fólk stjórni. Ég held að þetta sé en það planið. Og þú þarft hinn þurfa þá að samþykja það. Já, en það er spurningin sko, hvað hann byrjar á því að pilla svona sko, svona Borisa klíku úr flokknum en það er svolítið mikið til þess að svona fá þess að sko gömlu svona Patricia elítu sko sem að Eton gengi sem að vilja ekki vera í flokki svona, með svona riffraffi þetta er svo mikið riffraff þetta er ekki
það fólk kann sig ekki. Það notar ekki réttu hnífapörinn og eitthvað svoleiðis. Þannig að það er svolítið mikið til þess að það gerist. En sömuleyti hefur íhaldsflokkurinn einhver leyti gengið í gegnum svona breytingu á Boris-tímanum. Þar sem hann var einmitt svona, hann var náttúrulega náði að verða borgarstjóri í London, en hann var samt svona jaðarmaður að mörgu leyti. En þannig að einhver leyti tekur íhaldsflokkurinn þetta skref að hálfu leyti. Við þekkjum svona önnur svona dæmi að hvernig Trump eiginlega yfirtekur repúblikanaflokkin. Eitthvað svipað er að gerast í Argentínu og svipað gerðist eiginlega í Brasilíu, þar sem að Bolsonaro var einmitt svona, Bolsonaro að verða forseti, það við engu dottið í hug, af því hann var svona skringilegur maður eitthvað svona sérdeildi í pólitíkinni. En þegar eftir að hann nær að verða kosinn, að þá er hann eiginlega hægri hreyfingin í Brasilíu. Og það er að sama gerist í Síle. Í Síle. Þar sem að hefðbundna hægrið var bara gleypt af svona trumpista þar. Og sömuleyti gætu við sagt að þetta hafa stórleiti gerst á Ítalíu og sé við það að gerast í Fraklandi. Þannig að þetta er nú ekki svo fráleitt. Nei, þetta er alveg hægt. En það er líka modus operandi hjá þessum populísku hægriflokkum er það að ímyndin sem þeir hafa fer allavega orðum það, hún fer gífurlega í taugarnar á þessum svona virðulega setti, íhaldssetti, en sögulega, og þetta virðist vera að gerast núna í hægri hreyfingum, og þetta gerðist fyrir 100 árum síðan líka, er það að ef að fjármála elíturnar sérstaklega og svona patrísía elíturnar sem að telja sig vera fædda til að stjórna, þeir eiga stjórna landinu, rétt bornir til þess að stjórna landinu, að ef að þeir óttast það að sé vera að taka þeim, ef að andstaðan við til dæmis kapítalíska skipulag og nýfrjálsíkjuna, ef þeir óttast að hún sé orðin, hvað er út í böndunum, að þá hefur sagan sýnt að þeir eru tilbúin að gera díl við populíska hægristafra og fasíska hreyfingar. Þetta dæmi er náttúrulega í Þýskalandi 1933 sem maður má víst ekki að vísa til en svo margt í okkar samtíma sem að vísar eiginlega beint þangað. Nákvæmlega. Og það gerist á Ítalíu líka 10 árum fyrr. Nákvæmlega það sama. Og það sem að einmitt svona stjórnmálastefna að hún vefur svona upp á sig. Og þess vegna er þetta vel mögulegt. En alltaf halda þessar elítur að það geti stjórna riffraffinu. Og sögulega hefur það verið öfugt allavega. Riffraffið tekur yfir. Já, það sem þeir kalla riffraffið. Já, en ég meina auðvaldið hafði það nokkuð gett í Þýskalandi næstum. Þetta er spurningin. Þess vegna er það en það horfum við á það í dag og að stundum hvaðan komum peningarnir? Follow the money, svo maður sletti ensku. Reform er farið að fá ótrúlega mikið af peningum. Það bendi til þess að ríka fólki í Bretlandi, miljardamæringarnir, að þeir séu farin að dæla meir og meiri peningum. Þetta voru þróunir sem við sáum í Bandaríkjunum, núna með Trump. Þetta eru þróunir sem við séð í öðrum löndum og þetta var nákvæmlega þróunir sem gerast á Ítalíu og Þýskalandi fyrir 100 árum. Guðmundur, gaman að fá þig hingað í heimsókninni til föðurlandsins að ræða stjórnmál. En við ætlum að snúa okkur að öðru við rauðaborði. Við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.